Góðan dag, kæra sveitarstjórnarfólk, áhorfendur og starfsmenn. Ég býð ykkur velkomin til fundar í sveitarstjórn Borgarbyggðar, fundur númer 267 og segi fund hér með settan. Til fundarins eru mættir aðalmenn Davíð Sigurðsson, Eðvar Ólafur Traustason, Thelma Dögg Harðardóttir, Sigurður Guðmundsson, Sigrún Ólafsdóttir, Ragnhildur Eva Jónsdóttir, Bjarney Lárudóttir Bjarnadóttir og sú sem hér stendur Guðvelind Eyglóadóttir. Eva Margrét Jónudóttir fjarverandi en í varamaður hennar Þórður Brynjarsson væntanlegur inn á fundinn. Starfsmenn fundarins eru Stefán Broddi Guðjónsson og Lilja Björg Ágústsdóttir. Það eru nokkrar breytingar á dagskrá. Við fundadagskrá bætast 3 mál og 1 fundagerð. Það mál númer 2505-269, framkvæmd íbúakosninga, sameining við Skorradalshrepp undir dagskrárlið númer 5. Mál númer 2508-065, óskum umsögn, skógrækt í landi Varmalækjar, matsáætlun undir dagskrárlið númer 6. Mál númer 2205-140, kosningar í ráð og nefndir undir dagskrárlið númer 7 og að síðustu fundagerð Oddsstaðaréttar númer 54 bætt á dagskrá undir lið númer 14. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja þessa breytinga frá auglýstri dagskrá að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða og þá okkur ekkert annað vandbúnaði en að ganga til dagskrá og venju samkvæmt þá fyrsti liður á dagskrá skýrsla sveitarstjóra og ég bið Stefán Brodda Guðjónsson að koma hér upp. Gjörðu svo vel, Stefán. Já, forseti, sveitarstjórn, kæru íbúar og aðrir áheyrendur. Við vorum bara rétt í þess að koma í hús úr Stykkishólmi, ég og Guðveig Eyglóadóttir, forseti sveitarstjórnar, áttum þar fund með ríkisstjórn Íslands ásamt öðru sveitarstjórnarfólki að Vesturlandi, skaplega góðar umræður og ég fætti ekki að tæpa á helstu atriðum sem við höfum verið að ræða sérstaklega með ríkisstjórnin og ráðamönnum hér á eftir, en eitt af því auðvitað og sameiginlegt viðfangsefni sveitarfélaganna á Vesturlandi eru samgöngumálin og vegamálin sérstaklega. Við höfum þar njótum góðs af því að í fjórðungnum bara gott samstarf milli sveitarfélaga og það verið leitt af SSVAF, Samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi, gott samtal og gott samstarf samgöngumálin og allir sammála það að það mikilvægt að hamra járnið varðar umbætur í samgöngumálum. Í gær var hér í Hjálmakletti fundur með innviðaráðherra og það gott að sjá að það ýmis viðhaldsverkefni farin af stað og við þökkum fyrir það, en það samt alveg ljóst að landshlutinn, Vesturland, hann þolir ekki að vera vanfjármagnaður ár eftir ár. Kannski nokkur atriði sem eru kannski ofarlega í huga, það auðvitað það verður auðvitað að vernda og auka framlög til tengivegasjóðs í þeirri ládeyðu sem miða við síðustu drög að samgönguáætlun. Í þeirri ládeyðu sem miðað við þá áætlun sem kom fram í þeirri áætlun, þá verður allavega að verja sérstaklega það fjármagn sem rennur til tengivegasjóðs. En auðvitað hefur vonur það að það verði eitthvað annað, það komi miklu meira inn í fjórðunginn heldur en 1,6% af heildarfjármagni til nýframkvæmda komi inn á þennan fjórðung heldur en útlitar fyrir með við síðustu drög. Það einfaldlega ekki ásættanlegt. En það verður að vernda og auka framlög til tengivegasjóðs, það nokkuð ljóst. Svo einfaldlega bara staðan svo að við þurfum að vera á þeim bara mjög svo hógværa stað að við þurfum að þrýsta á að nægt fjármagn verði sett í að viðhalda malarvegum. Það bara einfaldlega staðreynd. Það verulega mikið af malarvegum í okkar sveitarfélagi og það verður að viðhalda þeim. Og staðan einfaldlega svo að með við gangi sem í nýmalbyggun á malarvegum þá tæki okkur líklega 100 ár, og þetta ekki talið sem dregin upp úr hatti, þetta einfaldlega staðreynd. Það tæki okkur 100 ár að malbygga malarvegakerfið á Vesturlandi. Svo bara mikilvægt að vetrarþjónustan taki mið af því að fólk kýs að búa út allt í Borgarbyggð.
og fólk sækir vinnu og skóla allt sveitarfélag og á milli sveitarfélaga. Og við miðum okkar vetrarþjónustu í sveitarfélaginu við það að fólk geti búið í uppsettum Borgarfjarðar eða á Mýrum og mætt til vinnu í Borgarnesi eða á Grundartanga og það eru lífsgæði og skapa mikil verðmæti og það eykur verulega eftirspurnina. Eftirspurnin eftir því að búa utan þröngs hrings utan höfuðborgarsvæðið eða höfuðborgina. Vetrarþjónusta Vegagerðarinnar þarf að taka með þessu og þarf að vera í synki við metnað og þjónustu sveitarfélagsins og það er einfaldlega líka í takti við þær áherslur sem að mér finnst ríkisstjórnin vera að leggja það að fjárfesta í innviðum til þess að skapa verðmæti og þetta svo sannarlega verðmæti fyrir íbúa að geta sótt þjónustu og fyrir gesti okkar að geta treyst því að þegar fólk komi inn í okkar sveitarfélag, gisti til dæmis á okkar góðu hótelum, að þau geti komist í flug sem daginn eftir. Þau eru ekki að hafa áhyggjur af því. Nú það er vissulega ánægjulegt að innviðaráðherra og ríkisstjórnin ætla að setja Sundabraut í forgang og fundi í gær að ítrekaði innviðaráðherra að hún yrði opnuð 2032 og ég vona svo sannlega það gangi eftir og það er alveg ljóst að Sundabraut mun hafa verulega áhrif á samfélagi hér í Borgarbyggð og kannski bara við ættum jafnvel að ganga enn lengra í því að við undirbúa okkur fyrir það. Og ég held að sé líka alveg ljóst að nú þegar að liggja fyrir allavega áform á orði en þó hafi ekki verið útfærð verulega uppbyggingu á samgöngu innviðum að það er nokkuð ljóst en áformið eru Innviðastofnunar innviðafélags að við þurfum aðeins að hugsa það hvernig við bregðumst við og hvernig við sjáum fyrir okkur hvernig gjaldtaka verður með hlutverk gjaldtöku í að uppbyggja upp innviði. Það eru vissulega tækifæri í því að þá held ég lífeyriskerfið okkar að borðinu í að styrkja og byggja upp innviði en í því gæti farist að við þurfum að fara að horfa til þess með hvað hætti gjaldtöku verður stillt upp þannig að það verði til mikils ávinnings þá fyrir okkur en við þurfum þá kannski að sætta okkur við einhvers konar gjaldtöku. Við þurfum bara að stilla þau nálgast þá umræðu bara með opnum hug. Nú þá að tala á þeim nótum að það er stuðningur við að Uxaríki verði sett framar í forgangsröðun en þeir hafa verið að færast aftar í forgangsröðun og það er bara algjörlega óásættanlegt og ég vil bara ítreka það sem ég margoft sagt að milli 80 og 90% ferðamanna sem kemur til Íslands fer á Suðurland innan við 50%, það sé ekki 40% sem fer Vesturland. Það eru ég er alltaf að segja það eru 4 heilsárs uppbyggðar heilsársleiðir frá höfuðborgarsvæðinu og inn á Suðurland en eingöngu leiðin fyrir Hafnarfjall inn á Vesturland og það skuli ekki vera betri samgöngur milli Þingvalla og Reykholts, tveggja mikilvægustu sögustaða landsins, er bara stórkostlega vannýtt tækifæri. Ég gæti talað nú lón og dón mikilvægi Reykholts og Snorra Sturlusonar fyrir fornmenningu og dægurmenningu en ég get alveg upplýst það að ég hef átt í samtölum við fjárfesta sem hafa verið að velta fyrir sig uppbyggingu í uppsettum Borgarfjarðar, uppbyggingu sem að tengist Snorra, tengist Heimskringlu og í raun og öllum þessum ævintýra á heimi sem að Hollywood er allavega að framleiða mikla menningu og mikla dægurmenningu og bæði góða menningu og ekki jafn góða menningu en sem að áinfalla uppruna sinn hér í uppsettum Borgarfjarðar og ég átt samtöl við bara fjárfesta sem hafa verið að velta þessum möguleika fyrir sér og þeir hafa sett það fyrir sig að ekki séu komin traust áformum uppbyggingu Uxaríkjavegar. En ég vil nú meina að svo uppbygging sem að ég vona að íbúar ættu nú að taka eftir og ég veit að við tökum vel eftir þessum stórum hjá sveitarfélaginu. Svo uppbygging sem er í gangi, hún tekur með að því að hér verði áfram veruleg eftirspurn til búsetu og líka eftirspurn að ferðast svæðið okkar og byggja upp búið í sumarhúsum og svo framvegis. Hún tekur með að þessu og við teljum að þessi eftirspurn muni bara halda áfram að aukast. Nú svona framkvæmdaverkefni, stærstu framkvæmdaverk sem er í gangi, þá getum við sagt að endurbygging grunnskóla Borgarfjarðar á Kleppjárnsreykjum, hún gengur samkvæmt áætlun. Var á fundi í gær með verktakanum og verktaka og stjórnendum skólans ásamt sérfræðingum sveitarfélagsins og við sjáum einfaldlega fram á það og sjáum ekki annað í spilunum en að það verður opnað inn á hluta nýbyggingarinnar nú næstu mánaðamót og svo opna nýbygginguna á haustönn og við hlökkum einfaldlega mikið til að bjóða bara börnum í uppsveitum og börnum sem í grunnskóla Borgarfjarðar á Kleppjárnsreykjadeild til þess að stunda nám í þessari nýju byggingu og auðvitað starfsfólki líka og ég var svona bara leiða hugan það er ekki mikið það
því miður að verið að endurbyggja og byggja ný og glæsileg húsnæði, nýtt og glæsilegt grunnskólahús í dreifðum byggðum á Íslandi. Það einfaldlega bara ákaflega gaman að vera þátttakandi í því verkefni og við vonum svo sannlega að það endurspegli þann metnað sveitarfélagsins að hér verði að bjóða börnum sérstaklega uppsettum upp á bara afskaplega góðan aðbúnað. Við hlökkum til. Þetta munu ýmis frágangsverkefni verða eftir þegar við opnun en ég veit að starfsfólk og nemendur munu ekki láta neitt bíta á sig hvað það varðar. Nú þá verður ekkert að vandbúnaði, ég sé ekki að það muni neitt verða að vandbúnaði að opna miðálmu grunnskólans í Borgarnesi þegar börnin mæta 25. ágúst í skólasetningu. Þessi saga skólahúsið í Borgarnesi tekur nú líklega farin að telja upp undir áratug og í svo langan tíma hefur skólahald við grunnskóla Borgarnes verið litað af endurbótum og lokun og hluta húsnæðis og ég þori ekki að segja það sem maður að hugsa að maður sé ekki að jinxa neitt eins og sem ég segja eða maður sé ekki að það nú gott íslenskt orðatiltæki sem ég bara man ekki alveg sem langar að nota miklu meira frekar heldur en þetta en ég best að fara bara taka varlega til orða en mikið væri nú gott ef við værum að fara inn í fullbúið gott skólahúsnæði og næsti vetur yrði áfallalaus. En nú uppbygging í knatthús, fjölnota íþróttahús gengur samkvæmt áætlun og gert ráð fyrir því að það verði reist nú í haust. Þannig að við erum bara á áætlun að vígja húsið eftir það bil 1 ár. Nú þá var í sumar gengið frá lóð leikskólans Hraunborgar á Varmalandi. Þannig að nú ætti lóðin að vera fullbúin fyrir börnin. Nú, ég nefndi hér áðan ég ætla að víkja aðeins nánar að þeim atriðum sem við erum að halda á lofti í samskiptum okkar við ráðamenn og kannski það sem að auðvitað er stórt verkefni fyrir sveitarfélagið. Það er staðan á Bifröst og ekki bara við sveitarfélagið, heldur fyrir einfaldlega þróun staðarins og fyrir íbúa sem eru þar á fjárhagsaðstoð og auðvitað þá íbúa sem ekki á fjárhagsaðstoð sem búa þar þannig að þarna einfaldlega þróist gott samfélag og sem að þarf ekki að reiða sig á að vera skjólstæðingar sveitarfélagsins. Nú, en við þurfum auðvitað að fá stjórnvöld með okkur að borðinu. Þetta ástand auðvitað þungt högg fyrir rekstur sveitarfélagsins og uppbygging í húfi á Bifröst og bara auðvitað félagsleg og fjárhagsleg framtíð fólksins. Og það má ekki segja það sem er að gerast er að þetta borð er bara komið inn á, þetta mál er inn á borði félagsmálaráðuneytisins og forsætisráðuneytisins og þannig að það má segja að það sé starfsfólk á skrifstofu forsætisráðuneytisins sem hefur það hlutverk og ég vil í samtali við núna sérstaklega til að samræma það verkefni að ná árangri þarna. Jafnframt hefur Vinnumálastofnun bara má segja að lítið máli mjög alvarlegum augum sömuleiðis og þau eru við borðið, samband sveitarfélaga og fleiri. Þannig að vonandi leiðum við þessa umræðu í góðan leiðum þetta mál bara einfaldlega í góðan farveg og þannig að þessi ágætu íbúar sem eru treysta á fjárhagsaðstoð komist í virkni. Það er einfaldlega stærsta verkefni. Það er bara öllum fyrir bestu. Nú, svo þetta er annað mál sem við höfum svolítið verið að tala og það er einfaldlega stefna í landbúnaði og landnýtingu. Það er mjög brýnt einfaldlega að svara þeirri spurningu hvernig á að verja íslenskan landbúnað og fæðuöryggi. Við erum að sjá það hjá sveitarfélaginu að það er mikil ásókn í land til annarra nytja heldur en matvælaframleiðslu og svo ásókn fer einfaldlega ört vaxandi og gott landbúnaðarland er að færast úr nýtingu og jafnt og þétt síðan á móti að fækka í hópi bænda. Þannig að eina viðbragð er auðvitað að finna leiðir, útfæra leiðir og þar stendur upp á stjórnvöld að útfæra leiðir til að tryggja afkomu bænda í landbúnaði og matvælaframleiðslu. Og spurningin er hvaða leið á að fara. Og þetta er einfaldlega, ég held að þetta sé stærri og meira aðkallandi spurning heldur en stjórnvöld eða ráðamenn eða alþingismenn átt að sjá. En ég held að við finnum bara sterkt fyrir þessu sveitarfélagi og önnur sveitarfélög þar sem að töluvert um dreifbýli og ásókn í land til annarra nytja heldur en matvælaframleiðslu er bara að færast jafnt og þétt í aukana. Nú við þetta höfum verið og svo sem byggðarráð bókað það núna á síðasta fundi sínum að
þá alvarlegu stöðu sem komið upp hvað varðandi tollamál og nýja mögulega tolla Evrópusambandsins á iðnaðarvörur eða sérstaklega á kísiljárn. Og því Grundartangasvæðið einfaldlega ofboðslega mikilvægt fyrir landshlutann, rosalega mikilvægt fyrir okkur. Það fjöldi manns í Borgarbyggð sem starfar á Grundartanga og fjöldi líka fyrirtækja sem þjónusta Grundartanga. Þannig að tekjur sveitarfélagsins og íbúa hér af Grundartangasvæðinu er verulegt. Eru verulegar. Þannig að þar á sömuleiðis hafa sveitarfélögin á Vesturlandi verið bara mjög samstíga í að þróa þetta svæði. Og bara mjög alvarlegt. Og væri bara stór skellur ef við fengjum á okkur eitthvað sem virðist vera næstum því handófskennd ákvörðun af hálfu Evrópusambandsins að skella á toll á kísiljárn. Nú svo er þetta bara viðvarandi verkefni og viðvarandi umræða að tryggja mönnun og aðbúnað á Heilbrigðisstofnun Vesturlands og sérstaklega hér í Borgarnesi og í Borgarbyggð. Bara viðvarandi verkefni að tryggja aðbúnað og umgjörð og ég bind vonum við það að það verði settur aukinn kraftur í og allavega viðhaldið því verkefni að fjárfesta í innviðum. Nú það var á fundi okkar í Stykkishólmi og á fundi sveitarstjórnarfólks með ríkisstjórninni. Þar var undirrituð viljayfirlýsing sem hefur það að markmiði að tryggja mönnun og aðbúnað og ég hvet fólk til þess að kíkja á hana. Þar er ríkisstjórnin að lýsa vilja sínum. Og Heilbrigðisstofnun Vesturlands sömuleiðis og sveitarfélögin að lýsa vilja sínum í að leita allra leiða, að leita ýmissa leiða og hugsa aðeins nýjar leiðir til þess að tryggja góða mönnun og góða aðbúnað heilbrigðisstarfsfólks. Þannig að vonandi að sú stefna verði meira en orðin tóm og við sjáum raunverulegan árangur af því. Þannig að nú staða fjarskiptamála og almannavarna auðvitað bara ofur á baugi. Sérstaklega vegna jarðhræringanna sem eru eiga uppruna sinn undir eða við Grjótárvatn. Það er gott að Veðurstofan sé að auka vöktun á svæðinu, en það gengur hægt að bæta fjarskiptasamband svo einhverju nemi. Þar þurfa einfaldlega bara mörg að leggjast á sveif og við höfum verið að leggjast á fjarskiptafyrirtækin, á fjarskiptastofu, á Veðurstofuna og fleiri að vinna það með okkur og ég bind vonum við það að náist einhver áþreifanlegur árangur og vonbrigði að það hafi ekki tekist betur en ber vitni. Nú, við bíðum ákvörðunar FSRE fjárfestingu í sameiginlegu húsnæði lögreglu og slökkviliðs. Þetta var ávarpað sömuleiðis á fundi í dag með ríkisstjórninni og ekki sjá hana að það sé góður skilningur á þessari okkar stöðu, en það er einfaldlega bara mjög mikil undirbúningsvinna sem liggur fyrir af hálfu lögreglu og slökkviliðs. FSRE og allir virðast vera sammála það og að séu mikil samlegðar áhrif af þessu sameiginlegu húsnæði, lögreglu og slökkviliðs. Við erum búin að fara í gegnum mikla undirbúningsvinnu, það er búið að fara í gegnum þarfagreiningu, búið að fara í gegnum svona fyrsta kostnaðarmat og við erum að taka frá lóð. Þannig að og bara hans til þess að velta því fyrir sér að viðbragðssvæðið nær auðvitað til viðbragðssvæði slökkviliðs Borgarbyggðar sem dæmi, nær til meirihluta Vesturlands og stofnleiða til stærstu þéttbýlisstaða á Vesturlandi. Þannig að, og bara veltu fyrir okkur, nú hefur ekki nákvæða tölunni í kollinum, en ætli þriðjungur eða fjórðungur af leiðinni frá Reykjavík til Akureyrar liggi ekki Borgarbyggð og sé einfaldlega á því svæði þar sem viðbragðsaðilar í Borgarbyggð þjónusta. Þannig að óskir okkar þátttöku ríkisins í að tryggja betri aðbúnað og sterkara viðbragð er einfaldlega ekki bara hagsmunamáli eða eitthvað pot hjá okkur. Þetta er einfaldlega bara, og því miður að þannig að mörg svona stærstu og svona hörmulegustu atvikin sem okkar viðbragðsaðilar eru að fást við og okkar slökkviliðsmenn eru að fást við. Það er einfaldlega bara að veita aðhlynningu vegfarendum sem að búa ekki í Borgarbyggð endilega, bara á sínum erfiðustu stundum. Þannig að þetta er einfaldlega þjóðþrifamál fyrir landið allt að tryggja gott viðbragð hér í Borgarbyggð. Nefndi ég áðan stórkostlega vannýtt tækifæri í að dreifa ferðamönnum landið. Í sumar er útlit fyrir það er einfaldlega, við sjáum að sláandi tölur það að gistinætur til dæmis á öllum landshlutum, dreifbýlis landshlutum verði
utan Suðurlands verði einfaldlega færri heldur en á Suðurlandi á þessu ári og það bara hefur verið þannig á síðustu árum líka. Það einfaldlega Suðurland stærra heldur en samanlögðu restina af landinu utan höfuðborgarsvæðisins. Það bara einfaldlega dálítið sláandi og bara gríðarlega mikið að fjölga þessum samgönguleiðum og hugsar ekki að skipta þar máli. Nú, svo kannski nokkur mál sem hafa verið að komast til kasta okkar í sumarleyfi sveitarstjórnar. Nokkuð þungt og erfitt mál sem snýr að útboði á snjómokstri. Það komst til kasta Byggðaráðs. Það hefur því miður ekki gengið þrautalaust að koma því útboði í loftið. Áttu sér stað einfaldlega mistök í útboðsvinnu og það var einfaldlega ákveðinn ómöguleiki sem var í forsendum útboðs og því miður þurftum við að endurtaka útboðið. Nú útboð fór í loftið í dag, svona í þeirri bókun sem að Byggðaráð afgreiddi, þá var beðist afsökunar á því að þetta fari svona og ég bara endurtak það hér. Við sjálfsögðu viljum vanda betur til verka en þarna. Þarna átti sér stað en svona getur gerst í stjórnsýslu og beðist velvirðingar á því en vonumst til þess að vetrarþjónusta skiptir okkur verulega máli eins og hér á Viki að upphæði og við sýnum því verkefni mikið metnað. Nú þá hefur staðið við niðurrif í Brákarey og fyrsti áfangi niðurrifsins er mjög langt kominn og vonandi og verður svæðið opnað nú í lok ágúst og það lendir mjög svona einhvern veginn suðurströnd Brákarey að dálítið opnast en verkefni hefur reynst dýrara en við vorum að vona og þess vegna ákváðum við að bíða með áfanga 2 þannig að ég bíða með að ráðast í næsta áfanga þess verkefnis. Nú íþróttastefnan tilbúin og afgreidd, byrjuð að vinna eftir henni og nú förum við bara á fullt í það að innleiða og haustmánuðir munum væntanlega fara í það. Nú það verður malbikaþyrming innanbæjar og víðar sveitarfélagið. Nú Borgarvík, Sólbakki og þá hluti Tungutu á Hvanneyri malbikaðir. Síðan hefur svona margt áunnist í viðhaldi við að fegra og viðhalda sveitarfélaginu snyrtilegu. Ég skal segja það alveg svo að við eins og margir aðrir atvinnurekendur í sveitarfélaginu við erum bara í vandræðum með mönnum og það mun hafa einhver áhrif. Það fyrirsjátt að hafa með einhver áhrif á okkar þjónustu og hefur aðeins gert það í sumar og það hættu að þau muni gera það áfram. En framundan eru áfram endurbætur það eru endurbætur á svæðinu fyrir framan tónlistarskólann og Kveld-Úlfsvöll og svo þetta framundan að ljúka endurbótum á Sæunnargötu. Nú það verður þetta frábæra bæjarhátíð sem fóru fram víða í sveitarfélaginu, Reykholtshátíð og Hvanneyrarhátíð svo eitthvað sé nefnt. Nú fjórðungsmót hestamanna fór fram hér í júlí þannig að það var margt gott sem að margur góður gleðskapur sem átt sér stað og velheppnaðar hátíðir og til hamingju með það öll sem stóðu að þeim. Takk fyrir alla þá góðu vinnu sjálfboðaliða sem þarf til þess að svona laga getur orðið að veruleika. Nú það er gaman að sjá kaupvöllinn vera mikið notaðan sem búið að opna í Skalló og það er gaman að líka sjá þá þróun sem eiga sér stað við endurbætur í Engunum. Ég ætla rétt í lokin, ég get ekki bara sleppt að minnast á þau alvöru tíðindi sem í dag bárust af eldislaxi í Haukadalsá. Laxveiði er einfaldlega ein af allra mikilvægustu atvinnugreinum Borgarbyggðar. Það er einfaldlega algjörlega óásættanlegt að ef svona slys eru að gerast trekk í trekk. Við erum bara mjög slegin yfir þessum tíðindum og þetta verður örugglega, ég kann ekki við að úttala mig um þetta mál, hef ekki gögn eða upplýsingar til þess, en ég veit að þetta mun eflaust verða rætt frekar á vettvangi sveitarstjórnar og Byggðaráðs á komandi vikum og eftir því sem fréttir og tíðindi berast. En gæti örugglega að tala um margt fleira en ég held ég sé þegar búin að ræða hér lengur heldur en oft áður. En læt þess svona staðmunið og numið og hlakka til góðs fundar hér í dag. Takk. Takk fyrir góða yfirferð, Stefán Broddi. Ég tek undir að var gott og gagnlegt að fá tækifæri til þess að eiga samtal við ríkisstjórnina svona milliliðalaust og við vonum að sjálfsögðu til þess að það samtal muni skila okkur einhverjum árangri hér fyrir þetta svæði að fram líður.
En þá erum við komin að öðrum dagskrárlið sem ber heiti Gjaldskrá úrgangsþjónustu 2025 með málsnúmeri 2504/101 og það er framlögð tillaga að uppfærðri gjaldskrá fyrir söfnun, meðhöndlun, móttöku og flokkun úrgangs í Borgarbyggð sem ætlunin er að taka gildi 1. september 2025. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sig hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlagða gjaldskrá frá og með 1. september 2025 og felur sveitarstjóra að birta hana. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárliði númer 3 sem ber heitið Álagning fjallskila 2025 með málsnúmeri 2505/269. Það er afgreiðsla frá fundi fjallskilanefndar Oddsstaðaréttar númer 54. Þar segir í bókun upplýsingar jarðmat fengnar úr þjóðskrá, álagning á kind 720 krónur, álagningarhlutfall á fasteignamat 1,01%, álögð fjallskil samtals 3.821.309 krónur, innheimt í peningum 1.868.309 krónur, dagsverkmat í leitum helst óbreytt, gengi frá fjallskilaseðli. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sig hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir að álagning á kind verði 720 krónur, álagningarhlutfall á fasteignamat 1,01%, álögð fjallskil samtals 3.821.309 krónur, innheimt í peningum 1.868.309 krónur, dagsverkmat í leitum helst óbreytt, gengið frá fjallskilaseðli. Og ég bið þá fulltrú sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 4 sem ber heitið Fjallskil haustið 2025 með málsnúmeri 2508/004 og það er afgreiðsla frá fundi fjallskilanefndar Rauðskilsréttar númer 30. Hér er að ræða ítarlega og góða bókun sem er svohljóðandi. Hækkun á dagsverki 1.000 krónur, fjárgjöld þau sömu og í fyrra, hækkun á fæði 500 krónur á dag, verk færast á milli eftirtalinna bæja, seinni leit færist frá Grímsstöðum yfir á Kjalvarastaði, heiðarleit færist frá Giljum yfir á Deildartungu, Geitlandsleit færist frá Geirslið yfir á Kópareyki, skilamaður í Nesmelsrétt færist frá Stóra Ási yfir á Kópareyki, bætum við manni í Húsafellsleit sem leggst á Hrísar, fækka 1 mann í seinni leit, afsakið, marklýsing í Fljótstungurétt færist frá Hrísum á Deildartungu, trúss og matráður, afsakið, verða Ingi Þór Magnússon í Heiðarleit, Friðbjörn Rósinkar Ægisson og Eiríkur Jónsson í Dragarleit og Þorsteinn Bjarki Pétursson og Eiríkur Jónsson í seinni leit, samþykkt samhljóða. Ég bið áheyrendur og sveitarstjórnarfulltrúa að afsaka forseta, en forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sig hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Forseti ætlar að óska eftir smáfundarhléi.
Já, við höldum áfram með fundin. Við erum í dagskránni númer 4 sem ber heitið Fjallskil haustið 2025 með málsnúmeru 2508-004 og það engin sveitarstjórnarfulltrúi sem óskað eftir að kveða sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga að bókun. Sveitarstjórn staðfestir hækkun á dagsverki 1.000 krónur, fjárgjöld þau sömu og í fyrra, hækkun á fæði 500 krónur, verk færist á milli eftirtalinna bæja, seinni leit færist frá Grímsstöðum yfir á Kjalvarastaði, heiðarleit færist frá Giljum yfir á Deildatungu, Geitlandsleit færist frá Geirslið yfir á Kópareyki, skilamaður í Nesmelsrétt færist frá Stóra-Ási yfir á Kópareyki, bætum við manni í Húsafellsleit sem leggst á Hrísar, fækka 1 mann í seinni leit, marklýsing í Fljótstungurétt færist frá Hrísum á Deildatungu, trúss og matráður verða Ingi Þór Magnússon í heiðarleit, Friðbjörn Rósinkar Ægisson og Eiríkur Jónsson í dragaleit og Þorsteinn Bjarki Pétursson og Eiríkur Jónsson í seinni leit. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 5 sem ber heitið Framkvæmd íbúakosninga, sameining við Skorradalshrepp með málsnúmeru 2508-015. Þar eru lagðar fram nýjar tímasetningar til að samræma opnunartíma kjörstaða en þá liggur fyrir eftirfarandi í umfjöllun mál 2508-015 framkvæmd íbúakosninga, sameining við Skorradalshrepp á fundi byggðarráðs númer 716 þann 7. ágúst 2025 var samþykkt að opnunartími kjörstaða í Þinghamri og Kleppjárnsreykjum þann 18. september yrði frá klukkan 18 til 20. Sveitarstjórn samþykkir að kjörstaðarnir 2 opni klukkan 16 og verði opnið til klukkan 20 eins og gert ráð fyrir í tillögum sameiginlegrar kjörstjórnar, Borgarbyggðar og Skorradalshrepps. Kjörstaður í Lindatungu verður opinn frá klukkan 18 til 20 þennan dag. Sveitarstjórn samþykkir einnig að kjörstaður í Borgarbyggð 20. september verði í Hjálmakletti frá klukkan 10 til 18. Að öðru leyti stendur staðfestir sveitarstjórn ákvörðun byggðarráðs skiptingu í kjördeildir, kjörstaði og opnunartíma kjörstaða. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á 6. dagskrárlið sem ber heitið ósk umsögn, skógrækt í landi Varmalækjar, matsáætlun við málsnúmeru 2508-065 og þar lögð fram umsögn matsáætlun í samræmi við lög umhverfismat framkvæmda og áætlanir númer 111 frá 2021 skógrækt á Varmalæk, dagsett 13. ágúst 2025. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir umsögn skipulagsfulltrúa Borgarbyggðar vegna kynningar á matsáætlun vegna skógræktar í landi Varmalækjar, landnúmer 133917 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 7. lið í dagskránni sem jafnframt síðasti afgreiðsluliður hjá okkur hér í dag og það dagskrárliður með heiti Kosningar í ráð og nefndir 2022-2026 með málsnúmeru 220540. Bjarney Láradóttir Bjarnadóttir hefur beðist lausnar sem aðalmaður í fræðslunefnd. Lagt til að í hennar stað verði kjörin Guðríður Hlíf Sigfúsdóttir og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Eðvar Ólafur Traustason, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti. Sveitarstjórnarfólk, starfsfólk og aðrir áhorfendur. Það bara að nota tækifærið og þakka Bjarni fyrir velunni störf. Hún hefur eftir sig á aðvinni leið og mér langaði að bara óska Guðríði Hlíf velkomna í nefndina. Takk fyrir. Takk fyrir það. Tökum undir það. Og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn veitir Bjarneyju Láradóttur Bjarnadóttur lausn sem aðalmaður í fræðslunefnd og þakkar henni velunni störf í þágu nefndarinnar. Sveitarstjórn staðfestir kjör Guðríðar Hlífar Sigfúsdóttir sem aðalmann í fræðslunefnd. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að fundagerðum
byggðarráðs og fyrst þar 8. dagskrárliður fundargerð byggðarráðs frá fundi númer 712 og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Það enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst hún framlögð. 9. dagskrárliður fundargerð byggðarráðs frá fundi númer 713. Forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Það enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst hún framlögð. 10. dagskrárliður fundargerð byggðarráðs frá fundi númer 714. Forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Það enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst hún framlögð. Dagskrárliður númer 11 fundargerð byggðarráðs frá fundi númer 715 og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið fundargerð. Það enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst hún framlögð. Og dagskrárliður númer 12 fundargerð frá fundi byggðarráðs númer 716. Forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Það enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst hún framlögð. Eins og hefur kannski komið áður fram að þá var byggðarráð með fullnaðarafgreiðsluheimild í sumar eða júlí á meðan sveitarstjórn var í fríi. Þetta eru svona fundargerðir frá þeim tíma sem við erum hér að staðfesta eða gefa tækifæri til að bregðast við með einhverjum hætti. En þá erum við komin að dagskrárlið númer 13 hér í dag sem fundargerð fræðslunefndar Borgarbyggðar frá fundi nefndarinnar númer 244. Ég ætla að biðja formann nefndarinnar Eðvarð Ólaf Traustason að fara yfir dagskrána. Gjörðu svo vel, Eðvarð. Takk fyrir það, forseti. Sveitarstjórn, aðrir áhorfendur, starfsfólk. Það sama hér. Við erum að fara yfir fund sem við héldum þarna mánaðamótin maí-júní. Fyrsta mál á dagskrá var mönnun í leik- og grunn- og listaskóla fyrir árið 25-26. Það hefur orðið svona lítilsháttar hagræðing innan skólana hjá okkur, þannig að við erum að horfa fram á þetta það bil 2 stöðugildi í grunnskólanum sem við fækkum í vetur miðað við síðasta vetur og nálægt 5 stöðugildum í leikskólanum okkar. Sömu stöðugildi í tónlistarskóla. Mál númer 2 var staðara í leikskólanum í Borgarnesi og það var lagt fram þar minnisblað sem var að lýsa ástæðum þess að það ætti að fækka á deildum á Uglukletti og með tilfærslu yfir á Klettaborg. Við höfum nú tekið það fyrir hér nokkrum sinnum. Það náttúrulega fyrirhuguð uppbygging á Uglukletti í vetur og það þarf að bregðast við því með því að fækka á deildum meðan það verið að vinna á svæðinu og þarf að afleggja þarna ákveðna deildir. Veit ekki betur en að það sé bara allt á tíma. Hlustaði á framvindu skýrslu hjá sveitarstjóra áðan varðandi grunnskólan. Þetta helst allt í hendur. Það þarf að flytja þaðan gámaeiningar og ég get ekki betur heyrt en að sé bara allt á tíma hvað það varðar. Mál númer 3 var íþróttastefna Borgarbyggðar. Sveitarstjóri kom inn á það líka í sinni ágætu ræðu hér áðan. Og eins og hann sagði þá erum við byrjað að vinna eftir henni. Við langar sérstaklega bara að nota tækifærið og þakka henni Guðmundu Ólafsdóttur fyrir sitt framlag í þessari vinnu. Það var einstaklega þægilegt að vinna með henni og hún hefur náttúrulega bara svo víðtæka reynslu af svona málum. Og hver veit nema hún verði kannski eitthvað okkar innan handar í innleiðingunni sem að nú hefur hafist. Annað jákvætt mál Steam Borgarbyggð sem var mál númer 4 á dagskrá hjá okkur á þessum fundi. Og nú búið að stofna Steam Borgarbyggð og þá svona verið að huga að því að reyna að innleiða skólastofnanirnar okkar allar og jafnvel fólk utan þess einnig. Ég reyna að nota þá aðstöðu og þá hugmyndafræði sem Steam byggir á. Mér finnst það mjög jákvætt og það sem enn jákvæðara að Signý Óskarsdóttir hefur hafið störf við þessa innleiðingu og mun standa vörðum þessa innleiðingu í vetur. Mjög jákvætt mál. Mál númer 5 var framlög til verkefna á sviði almenningssamgangna. Þetta mál sem við held ég þekkjum öll, brúin Borgarfjörð og það var bara verið að framlengja þeim samningi sem gerður við Byggðastofnun í gegnum innviðaráðuneytið
og honum var sem sagt framlengt núna ár fram í júní á næsta ári. Sömu upphæðir og sama mótframlag hjá Borgarbyggð á móti, bara eins og hefur verið. Meira var ekki gert á þessum fundi. Þannig að eins og vanlega, ef ykkur spurningar, þá sjálfsögðu reyni ég að svara þeim, annars þakka ég bara fyrir. Takk fyrir þessa góðu yfirferð og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð fræðslunefndar. Það enginn sem kveður svo hljóðs og þá telst hún framlögð. Þar sem að fastanefndirnar voru ekki að funda í júlí, að þá ekki fleiri fundargerðir sem eru lagðar fram hér í dag. En við erum komin að 14. dagskrárlið sem að ber heiti Fjallskelinefnd Rauðskilsréttar, fundur númer 30 með málsnúmeru 2508-001F. Forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Það enginn sem kveður svo hljóðs og þá telst hún framlögð. Og að síðustu það 15. dagskrárliður, það fundargerð frá Fjallskelinefnd Oddsstaðaréttar frá fundi númer 54. Forseti gefur orðið laust þessa fundargerð og það enginn sem kveður svo hljóðs og þá telst hún framlögð. Þá ekki fleira á dagskrá hér hjá okkur í dag. Ég þakka sveitarstjórnarfólki fyrir þennan fund og hafa brugðist við þessum breytta fundatíma sem að við þurftum aðeins að færa til vegna þessa funda sem við áttum í dag með ríkisstjórninni. Þakka starfsmönnum fyrir undirbúning og Eiríki okkar tæknimanni og segi þessum fundi slitið.